Já, þeir eru að horfa á Marathon-málþóf á Samstöðinni. Ég heiti María Lilja og hingað eru komin systkini, Alessandra Brím, Guðjón Heiðar og fyrirgeðu, ég svo alveg Viktor Orri Valgarðssynir. Ég sem sagt Viktor, þetta Guðjón og þetta Alessandra. Já, þetta er svona fyrsta beina útsetningin mín í dag. Ég ætla svo að vera hérna fram á nótt, þannig að ég er ennþá að hita upp heilan. Fólk eins og ég sem hefur búið á internetinu, svona bara, þú veist, allavega með annan fótinn síðustu 10-15 ár, hefur rekist á einhver starf. Og oftar en ekki eru þið systkinin sem að kannski færri vita að þið eru systkini, ég veit ekki. Ekki allir. Það virðist fara eitthvað pínu fram hjá fólki og kannski, ég veit það ekki, við erum kannski ekki nógu dugleg að auglýsa það eða eitthvað. Það er alltaf auglýst til með. Það fyrsta skipti sem við erum öll þrjú í viðtali. Já, þið eru mitt oftar en ekki eru þið sko að rífast svona innbyrðis á internetinu. Þeir eru með þeir eru mikla skoðanir, ekki endilega sammála alltaf. Hvernig í ósköpunum verða til 3 börn í og milli foreldra sem að bara hafa svona mikla skoðanir á hlutunum? Er þetta að segja? Ég held sko að báðir foreldrar okkar hafa mikla skoðanir á hlutunum og eru sterkir karakterar. Og pabbi okkar náttúrulega, Valgarður, eða Valli í Freflunum, er svona nokkuð þekktur fyrir það að hafa haft ýmsar skoðanir og svona ekkert endilega sömu skoðanir í dag og þegar hann varð hvað frægastur. Ekki frægur fyrir að liggja á þeim, sko? Nei, ekki feimin við að viðra þær heldur. Og mamma hefur líka sterkar réttlætiskennd og mikla skoðanir þó hún sé ekki mikið að tala um það kannski út á við. Þannig að við ólumst upp við, bara yndislegt umhverfi sko, en líka mjög líflegt og bara fórum snemma að hafa skoðanir á pólitík og heimsmálum og alls konar vorum fann að ég bara hugsaði líka, þú veist og svo vorum við svolítið mikið í ræðukeppnum. Ég og Alessandra vorum saman í Seljaskóla. Morgrún, Morgrún hljómar einhvern veginn, það er svo morgun eða morgrún, mælsku og ræðikeppni grunnskóla Reykjavíkur og nágrennis. Grón. En allavega. Ég held samt að það hafi heitið morgrún þá. Byrjaðu. Og þá fórum við alveg í úrslit með Seljaskóla. Þá var ég í 8. bekk, Alessandra í 10. bekk. Og svo, þú veist, hélt ég áfram og svo Viktor er náttúrulega 83, 85 og 89 árgerði. Þannig að það er svona aldursmunurinn og svo fór Viktor í þetta í ræðkenni Breiðholts í grunnskóla og svo í Morfís og svo þjálfaði Guðjón mig í Morfís ásamt Ara Eldjárni. Þeir voru báðir mjög mikið í Morfís, bæði sem öflugir ræðumenn og svo báðir sem þjálfarar í 12 tíma eftir. Þannig að það er þessi svona kannski hefur verið svona þessi rökræðu baktería alltaf verið í okkur og það er svona, náttúrulega lærir maður ýmislegt vanandi rökræður og rökræðu taktík og eitthvað og kannski líka koma fram með skoðanir sínar og setja þær fram og svona, Ekkert okkar er sérstaklega feimið við að koma fram með að tala fyrir framan hóp eða eitthvað svoleiðis, sko. Er það pönkið í ykkur? Það er svona performance svona sem er kannski einhvern veginn í blóðborið og samt er sko að fyndi að mamma okkar er miklu meiri extrovert heldur en pabbi, sko. Þó að pabbi sé miklu þekktari út af við heldur en í sko félagslegum samskiptum þá er hún típan sem að byrjar að tala við alla og bara pabbi er miklu meira hlédrægur sem í reyndar ekkert okkar er. Nei. Við erum alls frekar athyglisjúk. Þetta var líka með uppeldis umhverfið þar sem var mikið á skoðinu og mikið spjallað og alltaf hvött til þess að bara tjá okkur og svona, en það var aldrei, og það var svona vissleiti kannski stundum pólitískt, aldrei einhvern veginn flokkspólitískt. Ég vissi til dæmis aldrei hvað foreldrar mínu kusu fyrir en kannski bara ég sjálf í framboði og aðeins að ég sé eitthvað að ganga á því. Ég vona að þau kjósi mig og ég held það en ég er ekkert eitthvað að ganga á því með það skilur. Nei, ég er meira að segja kursið Alessandru. Já, kursið þig Alessandru? Já, sko,
núna í sveitarstjórnarkosningunum þá var Alexandra eiginlega ekki það var í þingkosningunum sem ég var eiginlega ekki nógu ofarlega til þess að það hefði áhrif á því þannig að þá hafði ég afsökun til að gera það ekki en sem sagt ef hún á lista og þú veist þá hef ég alltaf kosið hana sko og að því að líka ég treysti henni til þess að vera heiðarleg og engar svartar skjalatöskur sem eru undir dyragættina hennar sem með peningum í en hún ekki að fara að vera spilt og þó við séum ósammála hlutina þá veit ég að hún gerir sitt af heilindum og það nóg fyrir mig og líka þetta systir mín, maður vil bara styðja sína fjölskyldu algjörlega og ég held og svo reyndar aðeins til að fara tilbaka sko, ég held að sko, við hefðum alltaf verið svolítið svona óháð ræðukeppninum sko, en það hjálpa okkur svona að þjálfa upp þessa hæfileika sko, og ég vil ekki að því að fólk kennir oft svona morfís sem að fólk alltaf að rífast og eitthvað, það ástæðan fyrir að við rífumst ekki endilega við fórum í morfís, við kannski bara verðum betri í þú og það endurspeglar þessa svona hlið okkar persónuleika. Leiðilegra að rífast við ykkur. Ég fór aldrei í morfís. Nei, reyndar ekki. En myndið þú kjósa mig? Það alveg mjög sennilegt. Það veldur svolítið á því með hvaða flokki og hversu ofarlega, en ég myndi að minnsta kosti vona að þú væri líka í framboði. Já, ef ég var í mótframboði þá myndi ég kjósa mig. Já, vissulega. Hvaða flokk myndið þú bjóða þig fram fyrir? Þú veist að stofna minn eigin sko. Já. Ég veit ekki, það nefnilega kannski ástæðan fyrir ég hef aldrei farið í eitthvað svoleiðis. Ég hef aldrei farið í neitt framboð því að ég veit ekki hvaða flokkur ég djóka með að bjóða mig fram í formanninni á Sjálfstæðisflokknum og bara breyta honum eitthvað en þú veist, ég hef aldrei tekið það lengra en einhverja svona. Ég held sko að við samræður, sérstaklega sko fyrir hrun þá held ég að við höfum öll örugglega kosið mismunandi flokka, ég reyndar mátti ekki kjósa en ég hefði örugglega kosið og við höfum kosið öll sitt á hvað sko, en svo í þú veist 2009 og upp úr þá höfum við oft stutt sömu flokkana, borgarhreyfinguna, Pírata, Erstaflokkin. Við hittum stundum einhvers staðar á einhverju svona Venn diagram sko, af svona að vera með svipar áherslur og kannski sérstaklega vorum alltaf öll mjög mikið á móti Sjálfstæðisflokknum til dæmis. Ég var þú veist, ekki kannski alltaf. Nei, ég kaus Sjálfstæðisflokkinn reyndar einu sinni. Ég hef gert það líka þegar ég var alveg að byrja í pólitík sko, svo sá maður í gegnum þá, maður skamma sig fyrir það núna, en þú veist. Ég hefði örugglega gert það ef ég hefði verið með kosningarétt 2007. Það eru bara játningar í byrni. 2003, var ekki kosningar þá, þá ég í sambandi með stúlku úr Garðabæ. Við veitum hvernig Garðbæingarnir eru. Influencerar. Pabbi hennar átti fyrirtæki og lagði harða og ríka áherslu og ég myndi kjósa Sjálfstæðisflokkinn bara alveg, kannski var linnuleysan áræður fyrir því og ég svona var mjög óviss með þetta og svo, þú veist, en þetta var svolítið mótandi, þetta ég kaus hann þarna og síðan, þú veist, eftir held að írækstiði hafi verið byrjað. Mars 2003 held ég sem var. Já, þannig að þú veist, en sko svo svona nýbyrjað. Já, en málið var að ég hafði bara ekkert rosalega mikið sett mig inn í það á þeim tíma, en svo byrjaði ég að detta inn í eiginlega bara stuttu eftir þessar kosningar að þá fer ég svolítið að sjá í gegnum allt þar með rosalega miklar blekkingar og legar gereyðingavopn og Þið eru ekkert voðalega hrætt við að breyta skoðun? Nei, segðu það er alveg rétt sko. Ég meitt sko, við möll átt það svolítið sameiginlegt að eftir hrun sérstaklega þá vorum við öll mjög ósátt við ástandið sem að var og vildum breytingar. Akkurat. Og þú veist, ég held einmitt að af því að ég svona svolítið var að þegar ég var bara kringum 20 þá var ég svolítið að kaupa vitleysuna, þá upplifið ég mig sterkar svikna þegar að kemur ljós hvað það var mikil vitleysa. Og tengjum við það. Ég líka. Og einhvern veginn kæmi aldrei til greina einhvern veginn, þegar maður er búinn að sjá gegnum eitthvað þá getur maður ekki hægt að sjá gegnum það. Þannig að ég var svolítið leitandi, var með borgararhreyfingunni og fór svo með Viktor í lýðræðisvaktina og svo svona einhvern veginn í basically kosningabaráttunni 2013 þá upplifði ég bara að það var meira gaman hjá Pírötum og einhvern veginn langaði mig bara meira að vera þar og endaði á að sko þó ég hefði verið á lista hjá lýðræðisvaktinni þá fór ég og var í kosningavikunni hjá Pírötum og fór svo skráði mig þá bara í vikunni eða eitthvað svoleiðis. Ég held að sé sko
þó að þú hefur sagt svona að það ekki vita, ég upplýði einmitt fram að svona sirkahrunni að sko, jú, pabbi, hann var náttúrulega alveg þekktur á sínum tíma fyrir svolítið svona frjálshyggju og á þeim tíma sem það var miklu meiri svona mikilvægari málstaður í haftasamfélagi og allt ríkisrekið og svona. Já, svona anarkískur nýfrjálshyggja eitthvað. Já, móti sérstaklega forræðishyggju. Já, akkurat sko. Og ég var alveg meðvitaður það að þau væru svona aðeins meira kannski til hægri og Alexandra einmitt og svona, já, Sjálfstæðisflokkurinn kannski og svo var ég ekki einmitt alveg viss kannski hvar Jonni var en það var allavega 2003 einmitt upp frá því, þá var hann orðinn svona vinstri hippi, svo ég segi það bara. Og ég upplýði mig smá svona sko á milli þú veist, Alexandru og mamma aðeins til hægri og Jonna til vinstri og núna í seinni tíð þá upplýði ég mig svolítið á milli sko Alexander til vinstri og Jonna til hægri en þetta náttúrulega einfaldanir sko og við getum rætt þetta einmitt, þetta mjög áhugavert af því að þið hafið tekið bara svona eins og svona fléttu sko. Já, svona fléttu. Mér finnst þetta mjög algengt, mér finnst eiginlega allir sem ég var ósammála þá er ég ennþá ósammála bara búið að svissa hægri vinstri sem að ég kannski aldrei verið samfærður að sé eitthvað mjög nákvæm Svo það einmitt sko eins og Píratar hafa talað einmitt að hægri vinstri sé svona svolítið úrelt svona. Það sko, það sem hefur skilgreint mig hefur alla tíð verið sko meira svona frelsisnálgunin og ákveðin svona frjálshyggja og bara anti-authoritarianismi, antfasismi og svoleiðis og þegar ég var aðeins yngri þá var ég svona örugglega aðeins hægra megin við miðju og svo svona eftir því sem ég eldist og ég bara fæ alls konar reynslu og svona ég örugglega svona miðju vinstri í dag svona þannig að við erum að skoða þann ás en ég eiginlega ekkert mikið búin að haggast sko hinum ásnum ég er ennþá bara mjög svona, hvað séum við mikið anti-authoritarian og mikið frjálslyndi þar sko ég hef allavega gett gefið henni það svona þegar að það var allavega kringum COVID þá var mjög mikið verið að skerða málfrelsi fólks á Facebook og svona og þú veist og þó að þú getur kannski sagt að það er enga fyrirtæki og whatever og allavega svona varst ekki mjög hörð á bara fólk þarf að tjá sig Já, þú varst alltaf þar sko og Viktor, hann gerði nefnilega áhugaverða mastersritgerð hægri vinstri B-ritgerð, en já, við erum það samt útskýrðu aðeins, það var nefnilega, mér fannst það áhugaverð sko. Takk, ég gerði mitt svona, gerði könnun sko þýðingu hægri og vinstri í stjórnmálum og sérstaklega í íslenskum stjórnmálum og í stuttumáli þá var það sko einmitt að það væru að minnstakosti sko 2 ásar sem fólk tengdi við hægri og vinstri, það er annars vegar efnahagslega afstaðan og hins vegar svona frjálslyndi móti forsjárhyggju eða forræðishyggju eða hvað við viljum kalla það og það hefur svona aðeins í seinni tíð flex sko hvort að það hafa komið inn á þann menningar ás alls konar svona kynjamálefni og innflytjendur og svona landamærastefna og þess áttar og svo eru líka náttúrulega bara mál sem að í raun og veru sko röklega séð eru á hvorum ásnum en skipta samt máli og skipta fullt af fólki máli og eru pólitík og flokkarnir raða sér kannski einhver leyti en eins og bara fylgið við Evrópusambandið við höfum, þú veist það er mismunandi milli landa hvort að hægri eða vinstri flokkar eru fylgjandi því og svona hægt að tala umhverfismál líka hægt að tala svo er náttúrulega líka bara sko hugmynd okkar það hvernig heimurinn hefur rosalega mikil áhrif á svona kannski okkar pólitík, ekki bara okkar, þú veist, ég held að við höfum að mörguleiti miklu svipaðir í gildi heldur en við höfum hugmyndin það hvernig heimurinn virkar og hvað það sem að ráðast gegn þessum gildum. Ég held að þessi líka mun algengar en fólk átt að segja á, sko, ég finnst einmitt og þessum finnst mér mikilvægt og gott að koma í svona viðtal, mér finnst gaman að sjá því viðtali á Frosta og mér finnst bara og ég er að vona að við sem samfélag getum aðeins fara að taka samræður, þú veist, hluti sem við erum kannski heiftarlega ósammála en gera það samt á þú veist, góðu nótunum og þú veist, á þess að vera uppnefna, skilur hvort sem það þú veist, rasisti eða auka þetta eða hvað sem að skilja libtard eða skilja hvaðan fólk kemur og Ít-póllibi Hvað er það sem að fólk er að óttast, hvað er það fólk er að berjast fyrir, hvað er það sem að drífur fólk áfram, þú veist, við erum að reyna að skilja hvert annað því að við, náttúrulega, ef við höldum bara endar áfram að polariserast, þá erum við ekki að fara að finna einhverja lausnir, sko. Nei. Algjörlega, og svona þegar ég kannski verð hvað róttækastur eftir þetta með Íraksstríðið, að þú veist, ég
ungur þarna var ég einmitt í Morfís í FB og við vorum að standa okkur mjög vel og þú veist og hérna Bragi Páll rithöfundur og Gunnar Jónsson voru með mér og Gísli Kvandal mjög sterkt lið við vorum það og hérna og svo bara hérna og það bara, já, ég get, þú veist, sagt að það svona einhverjum tímapunktum kemur kannabisneysla inn í þetta, sem að svona, þú veist, á þessum aldri, og ég hafði verið mjög mikið á móti því, til dæmis þessi stelpa á Garðabæ, þú veist, ok, kannski á ekki að segja mikið. Það eru margar stelpur á Garðabæ. Já, algjörlega, en allavega, þú veist, segjum bara, þú veist, að ég á mikið á móti því, og þú veist, og fólki kringum mig var að gera það, þá var ég alltaf eitthvað, nei, hérna, og svo bara eitthvað, prófaði, og ég, ok, og þá bara breytist ég rosalega mikið í hvernig ég hugsa hlutina, og fannst líka einmitt svolítið svona, akkur var verið að segja mér að þetta væri svona rosalega slæmt alltaf, skilur, mér fannst það vera svolítið bara svona. Þannig að þú ferð svona efast allt. Já, bara akkur var ég bara að halda að þetta væri bara eitthvað heroín eða eitthvað, skilur, þegar þetta og núna er náttúrulega við þurfum búin að breytast mjög mikið, að þú veist, þú erum bara löglega þetta fullt af fylgjum í Bandaríkjunum og svona, meira sér á Íslandi að þetta er ekki svona sama, þú veist, stigma, þetta eitthvað staðar, sérstaklega eldri kynslóðir og svona, en hérna, já, að sko, það var stór partur og ég, þú veist, hvernig maður byrjaði bara svona að upplifa tónlist og annað var bara svona mjög áhugavert og þá fer ég líka svona kannski að detta svolítið svona inn í, þú veist, alls konar samsæriskenningar og það er einmitt, þú veist, það er einmitt fyrir það sem að þú ert svona hver frægastur. Jú, vissilega og það er það sem að byrja stutt eftir það og þá einmitt sko þegar einhverju rétti mér svona disk confronting the evidence 11. september og fyrst oft hefði ég bara hendur bara hvað, ég vil ekki sjá þetta en af því ég var nýbúin þeir lugur svolítið mikið að mér með Írexið, ok, já, svolítið trúi að logi þessu en who knows, þú veist, at this point, þú veist, þá veit ég ekki, þannig ég fer að horfa á þetta alltaf með opnum huga, sannfærist það og já, and the rest is history. En þetta veldur miklu, þú veist, að þau ég er ekki þar, sko. Nei, og hafa ekki verið þar og fjölskylda mín og finnst þetta verða, já, svolítið vandamáli ég verða alveg fanatísku með þetta ég alveg viðurkenni það, þetta var bara eitthvað mér fannst þetta bara mjög skelfilegt að þetta þessu hefði verið logið að fólki og hérna og byrja, þú veist, þetta veldur alveg það kemur alveg tímabil þar sem að við erum svolítið mikið að rífast og við foreldrar mína þetta og ég mikið að svona reyna að selja þetta á nárangur og það pirrar mig þannig að þú veist, en já, svo svona náðum við einhverjum tímapunkti að svona, bara, ok, þú veist. Trúðu honum í dag? Nei. Þú veist, ég trúi honum upp á hans upplifun og þú veist, hann að koma að þessu frá góðum stað með góðar tilætlanir. Ég er ekki sammála því sem hann tilur að hafi gerst þarna. Augljósast samsæri sögunar, fyrir utan JFK. Allavega þarna, hvað segir maður? Okkar samband þarf ekki að snúast það hvort við erum sammála eitthvað sem gerist út í heimi eða ekki. Nei. Og maður þarf einmitt ekki að vera alltaf sammála öllum sem maður elskar og eða vinum sínum. Nei, algjörlega. Og sko, ég skil það líka alveg að þú veist, ef þetta er eitthvað sem hann trúir og hann er reiður yfir þá varðar hann það að samfæra fólk það og vill bara hjálpa fólki að sjá það eða þannig. En á sama tíma, þú veist, ég hef alveg kynnt mér þetta og ég svona bara, ég er ekki að kaupa þetta og það er alveg sama hvað ég reyni kíkja oft, ég er ekki að fara að kaupa þetta þannig að í rauninni ákvaðum við bara, söltum þetta bara, þú veist, þú bara trúir þínu, ég bara trúir mínu og við skulum bara vera vinir, eða þú veist. Viktor, JFK. Já, ég eina sem við höfum aðeins svona. Pæli hvort ég ætti að nefna það. Ég hef náttúrulega, sko, við höfum síðustu 20 rúmár rifist alls konar svona, já, 20 ár kannski hérna 11. september og svona samsæriskenningar. Já, JFK kannski, það er svona svo kenning sem ég finnst hvað trúverðugust, það er að segja, ég er svona að skoða það eitthvað á sínu tíma og ég hugsaði svona, já, það er alveg virðist vera vel mögulegt að það hafi verið fleiri en einn og jafnvel að einhver í CIA eða öðrum svona valdahópum hafi eitthvað komið að málum. Ég meina það, sko, samsæri eiga sér stað og hérna, þú veist, það eru fræg samsæri eins og hérna Mossadegh 1953 held ég í Íran sem að stifta stóli með bara gervi mótmælum og uppreisn sem að Bandaríkin stóðu fyrir. Þannig að alls konar samsæri eins og bara kontra og allt þetta, sko. Já, kontra og hérna, en sko þannig að 11. september ég einmitt sannfærðist aldrei sko, allavega ekki þessar svona helstu kenningar. Það er alveg einhverjir hluti sem er svona, já, þetta vissulega lúkkar skrítið, ég skil ekki alveg nákvæmlega hvað gerðist eða af hverju, en ég er ekki tilbúin að
kannski hrapa þeim ályktunum að þar með hafi þetta verið samsæri eða eitthvað svona. Þá ertu að tala með 11. september? Þá er ég að tala með 11. september. En hvernig urðu við svona pólariseruð? Því við vorum að tala þetta að eiga samtal og geta átt í samtali og geta mætt fólki bara svolítið þess að það og án þess að kannski, og einmitt að salta hluti bara svona þegar maður átt að segja á því. Ég með kenningu þetta ef ég má. Ég veit að Viktor með betur útpaldar kenningar heldur en ég, en sem sagt, ég held að hluta af þessu sé að heimurinn stækkaði svo mikið og við erum að tala svo rosalega stór samfélög núna á netinu sem geta haft samtal sín á milli í milljóna, 2 milljóna, 100 milljóna tali og heilin á okkur í rauninni ekki hannaður fyrir meira kannski 250-350 sambönd eða einstaklinga eða svona þannig og þegar við erum komin á netið og getum séð bara einhvern veginn allt og það alltaf mikið af upplýsingum, alltaf mikið af rugli, alltaf mikið af fólki að öskra. Við eigum það til að loka okkur aðeins af inn í einhverju sem sem pínu þægilegt fyrir okkur og sem svona ákveðin búbla og sjá svo samskipti frá öðrum búblum þar sem það mest athygli á það sem háværast, jafnvel neikvæðast og það sem við erum mest ósammála og við eigum það til að dæma allan hópinn sem við tilheyrum ekki út frá verstu dæmunum á meðan að þau eru líka dæma okkar hóp út frá okkar verstu dæmin sem við erum kannski ekki mest að pæli. Þannig að þetta að valda svo mikilli polariseringu. Ég get sammálað þessu og ég veit ekki, mér finnst ég veit ekki hvort að það er kannski aðeins að breytast en mér hefur fundist að ef allavega segjum ef við ætlum að skilgreinda sem að ég sé núna komin til hægri og þið vinstri eða hvernig það og að þá sé það svolítið vinstri sem eru erfiðari með þetta heldur en hægri. Hægrið sé yfirleitt tilbúið að taka spjallið en ekki þið. Það hefur verið hingað til svolítið mikið þannig og ég hef lent miklu oftar. Ég hef nánast aldrei eitthvað blokkað eitthvað á Facebook fyrir að vera ósammála skilur en ég til dæmis hefur verið svolítið opinskáður með stuðning gagnvart Trump og þetta hefur verið valdið mjög mörgum sérstaklega Facebook-vinslitum bara nei, þú veist, ég ætla ekki að tala við neitt sem að stiður hann og fengi skilaboð bara sem ég svona, við getum greinilega ekki verið ósammála það, samkvæmt þessu mjög mörgum, mögulega þetta aðeins að breytast, en það svona, mér hefur fundist það að vera svona meira og einmitt þessi rasisti, nasisti, þessi stimpill, að fólk sé að nota hann mjög grimt og oft þegar að ná ekki við, og ég held að þið getur bæðarlega verið staðfest að ég ekki rasisti. Algjörlega. Og hef aldrei sýtt þannig hegðun í neinu, að fordæma fólk út af uppruna eða trúarbrögðum með kynþætti eða en ég hef skoðanir á innflytjendastefnu. En þú veist, ég meina geta skoðanir þínar ekki verið rasískar? Svona á stundum? Nei, ég get ekki skilgreint það. Erum við ekki öll bara svolítið þar? Ég held að þú veist, við þurfum einhvern veginn að vera alveg svona í endalusri innri endurskoðun, það ekki bara Einhver sagði fyrstu viðbrögðin afhjúpa ekki þig en þú get afhjúpað menninguna sem þú ert hluta af. Það eru aðrar hugsanir þínar og þriðju sem að segja meira hver þú ert. En þá getum við líka að farið aftur í þennan punkt sem þú ert að tala út að ég kannski á þeirri hlið núna þar sem að vissulega eru rasistar og þeir tala og segja mjög kannski ljóta og ef ég myndi mæta með þeim í mótmælagöngu þá væri kannski auðvelt fyrir fólk að hugsa að hann er einn af þeim þó ég sé mjög ósammála fólki sem talar þannig og ég hef ekki beint myndi aldrei ekki segja innflytjendurnir sjálfir séu vandamál og ég hef aldrei sagt það heldur hversu mikill fjöldi það að við erum að taka á móti sem er ekki sjálfbært og sé ekki gott fyrir hvorki þá né okkur að upp á það hvernig gengur að aðlaga þá samfélaginu. Ég veist ekki jákvæmt að hafa bekki þar sem eru tölu 12 tungumál og þú veist að vera með túlka og þú veist að þetta er ekki og ég meina, eða bara leikskóli þar sem það eru 5 mismunandi túlkar en að útskýra hvað einhver er að segja. Þetta er ekki mjög praktist allavega. Þannig að þú veist að bara svona að geta ekki gagnrýnt þá stefnu sem ég vil meina séu þetta bara Illuminati, þú veist að reyna að búa til alheims ríkisstjórn og allt það, við viljum fara mjög djúpt í samsæriskenningarnar sem tengist ekki rasisma. Þar liggur rótin af þínum hugmyndum einmitt aðflutt fólk. Akkurat, þannig ég er að segja að þetta eru stefnur og þeir ráðast inn í lönd og svo giltripa Vesturlöndin þeir verða að taka á móti öllum flóttamönnum, við erum að ráðast á þau sem meikar alveg sens að fólk upplifa það þannig og með því að þá sérstu að reyna að útrýma þjóðríkinu út af að þú vilt ekki þjóðríki
ekki, þú vilt stóru samböndin, ESB, þú vilt skilur Sameinuðu þjóðirnar, þú vilt allt valdið farist þangað til þess að auðvelda miðstýringu á fólki, á heiminum, skilur. Að þá sést að útrýma skilur öllum landamærum og þú veist að skilur reglugerðar komi bara frá Brussel og svo gerir North American Union kannski, African Union. Hvað segir það, Alessandra? Já, sko, ég hef einmitt upplifað að það sé meira eins og alþjóða samstarf og Evrópusambandið og Sameinuðu þjóðirnar sem eiga undir mikið högg að sækja akkurat núna. Það er hvað segir maður, alls konar bara eins og lönd í Evrópusambandinu, Ungverjaland og fleiri sem hafa verið að svona ganga harðar í að stoppa af samstöðu og vera að hóta að fara úr og eitthvað svoleiðis. Og ég skil vissulega hvað þú átt við, en ég held ekki að ef það er eitthvað makróplott að núti, þá held ég að snúist frekar að taka hluti eins og Evrópusambandið í sundur til að það geti ekki staðið gegn Rússum eða Kína eða eitthvað svoleiðis. Ósammála, en ég meina. Já, eins og segja, oft snýst þetta svona sko öðruvísi greiningu á hvernig hlutin að virka í heiminum. Stundum velti ég fyrir mér einmitt hversu mikill hluti af því sko af því að þú trúir því að Illuminati eða einhver grúpa sé á bakvið þetta og þá hlýtur þetta að vera slæmt, eða værirðu líka á móti því ef þú tryðir því ekki að Illuminati væri á bakvið þetta og stæði bakvið þetta. Einmitt. Já, það er erfitt að segja, en ég meina, þú veist, ég held ég vil meina að við sjáum að niðurstöðunar á þessu sé ekki jákvæðar og sé að þetta sé þetta of mikið og mér veit ekki, mér eins og bara einhver tölfræði var að tala að þú veist að ef þú ert flóttamaður eða hælisleitandi, ég man ekki held að vera í Danmörku, var að tala 86% af þeir sem hafa verið hælisleitandi frá Afganistan farið reglulega í sumarfrí til Afganistan. Þú veist, ef þú ert flóttamaður svo verður þetta víst reyndar svona afturkallað svolítið og rakið þessi tölfræði, já. Ok, ég sá þetta. Atvinnuþátttöku, sko, fólk sem kemur hingað sem hælisleitendur, þá atvinnuþáttaka eiginlega óeðlilega mikil og við hugsum bara, nei, það getur ekki verið á þessu svona mikilvægt því að þú veist, við vitum bara að hjá öllu fólki þá er algengara að þú lendir í burnout eða veikindum eða eitthvað, getur verið þetta fólk sé að koma hingað sé með svo mikið samviskubit yfir því að hafa þurft að koma hingað og biðja hæli að þau neyti sér bara basic veikindaleyfi og eitthvað svoleiðis. Við erum að sjá það allan í sumum hópum, sko. Gæti verið í einhverju tilvikum, en svo er líka hátölfræði sérstaklega yfir, eins og í Bretlandi, yfir hversu margir af múslima konum eru ekki á vinnumarkaði út af að þú veist, kallarnir þar vilja ekki að konur þeirra séu að vinna, þannig að mjög margar af þeim, ég held að sé stór prósenta sé á bótum eða það. Þú veist, ég meina, ef að það er, ég meina, svo eru, þú veist, það eru til hugmyndir, ég meina, það er ekkert lágt, sem við liðum bara sjálf í þannig samfélagi, það þurfti bara eina fyrirvinnu á heimili. Já, það er kannski líka reyndar markverð gagnrýni á nútíma samfélagi, sko, að framleiðni hefur aukist mjög mikið. Við sjáum það bara frá 1960-70 þegar að bara iðnvæðingin komin vel á flug, við erum komin með tölvur í einhverjum grundvallaratriðum og það verður mjög mikil framleiðni, þá eykst sko fyrirtækjahagnaður mjög mikið en afkoma launafólks vex eitthvað, jú, en ekki næstu jafn hratt og endanum ertu komin með sko þannig að það, og ekki vissulega við viljum hafa þannig að kallar og konur standi jafnt og við geti bæði verið að vinna og eitthvað svoleiðis en það er vissulega ákveðin ósanngirnispunktur í því að við þurfum núna 2 fyrirvinnur fyrir sömu lífskjörunum eins og við þurfum eina fyrirvinnu fyrir áður og þú veist, það er líka eins og ég farið yfir sko þó að ég er persónulega mjög ósammála Trump en það er samt alveg réttmætt að þú veist það sem að hann grundvöllurinn í því sem hann kemur fram með kerfið er brotið og mainstream stjórnmálin eru ekki að hjálpa ykkur. Það er það sem hann er að fá mest fylgi á. Það sem ég og Guðrún svo ósammálar er að ég tel að hann í rauninni hyggist ekki hjálpa neinum, hann sé bara notfæra sér aðstöðuna til að komast til valda. En það er samt alveg, grundvallarpunkturinn kerfið er brotið og það er erfitt að véfengja það í sjálfu sér. Þess vegna hefur gengið svolítið illa að takast á við þetta. Og sko, hluta af ástæður fyrir því að þú veist, ég er í Pírötum en ekki í, þú veist, Samfylkingunni eða Viðreisn eða einhverjum flokki sem ég á alveg mörgulegt ágætið samleið með, er að ég tel að þeir flokkar sem eru svona hófsama miðjan eiga svolítið erfitt með að koma með nógu róttæk svör til þess að búa til einhverjar alvöru breytingar sem gefa fólki einhverjar alvöru von og ég óttast að við förum ekki einhverjar nógu róttækar breytingar þá muni fólk á endanum gefast upp á að reyna það og fara í einhverjar öfgar
og ef fólk getur ekki fengið sko jákvæðar öfgar þá endanum velur það neikvæðar öfgar bara til að fá einhverjar breytingar og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að við förum í einhverjar pínu róttækar breytingar á samfélaginu bara eins og með kvótan, eins og með stjórnarskrána, eins og með bara alls konar Sammála með kvótan og til þess að geta farið í einhver alvöru samfélagslegar umbreytingar sem að gefa fólki von til þess að við lendum ekki í einhverjum rosalega polariseruðum öfgum í staðinn Sko ég væri til í að sko vera bara kommunisti full on bara varandi kvótan við bara tjóðum kvótan ég meina af hverju ekki bara að fá að velja sér einmitt svona þú veist hugðarefni og hérna og svona samfélagslega máli einmitt verður kommunískur við skulum deila honum en ekkert annað skilur allt þetta verður bara kapitalista systemi en svo notum við gróðan úr fiskinum til þess að byggja upp alls konar innviði og fjármagna skóla og svo leis mörguleiti sammála og náttúrulega fer maður að hugsa ég er sammála með kvótan allavega og svo spurning sko með hvað þá með aðrar náttúruauðlindir og svona sem maður fyrir að velta fyrir sér en bara aðeins að segja sko mér finnst í raun og veru alveg lögmætt það sem að Guðjón eða Jónni eins og Köllumann var að segja þú veist að það er eðlilegt að velta fyrir sér þegar það vera hraðar breytingar á samfélaginu og eins og hlutfall innflytjenda hefur aukist býsna hratt undanfarin ár á Íslandi og það er eðlilegt að ræða hvernig við bregðumst við því og lífskjör fólk upplifir lífskjör sín skert þannig að það er eiginlega svolítið svona fyrir sig að fólk leitar að sökudólki en hvort að það sé kannski ómaklegt að kenna öðru fólki kannski ekki að kenna fólkinu ég ætla einmitt bara að segja sko ég held að það sé einmitt bara verðt að ræða þetta og einmitt að fólk geti haft áhyggjur af þessu án þess að vera stimpla rasistar eða fasistar eða whatever en það truflar mig vissulega samt ýmislegt sem í þessari umræðu oft bara svona einmitt að múslimar séu einhverjir ofbeldismenn ofblægi og Mér finnst ofbeldi að setja konu í alklæðna eins og ég er ekki sammála að sé þægilegt að vera í víðum fötum í eyðimörkinni eins og þú sagðir í Frosta en mörguleiti fólk hefur sínu forsendur fyrir að vera eins og það er En heldur að konur vilji þetta? Heldur að sé einhver kona sem bara vil ég upplifi þrýsting á að vera svona og hins eginn bara þú veist sem kona í fjölmjölum og þú veist ég með maskara sem að ég nefndi enga veginn að setja á en það er allt annað ég er svo viðtölu konu sem er kanadísk konu sem fór í eitthvað samband með einhverjum mjög róttækum múslima og hún endaði því að vera bara þvinguð til þess að vera heima hjá sér hún sagði þetta er mest dehumanizing þú missir alla tengingu við mannfólk þú ert að labba það sér enginn framan þú sér ekki fólk en við þurfum að gera greinum og milli þess að vera þvingaður til einhvers og að velja það sjálfur en það er í mjög mörgum löndum þar sem að þetta þar sem að það er ekkert annað í boði og ég vil segja hvort er sennilegra kona sem hefur verið alin upp við þetta geti fengið að prófa eitthvað annað ef hún fær að koma eins og hingað eða ef hún þarf að vera áfram eitthvað annars staðar sumstaðar má bara lemja konur ósamanlega ég meina í Breitlandi má slá börn því miður það eru mörg samfélög þar sem mikið af fólki er kúað þar á meðal nokkur samfélög þar sem að Íslam er ráðandi og þar sem að konur eru mjög kúaðar og það er mjög slæmt mörg lönd þar sem þetta er í lög og það er óbært en það eru líka þú veist slæm Myanmar það er buddhismi ríkjandi og það er mjög slæmt mjög kúandi samfélag kristnin trú er ríkjandi í mörgum Afríkiríkjum þar sem er rosalega mikil kúun á fólki í gangi þar sem að konur hafa nánast engin réttindi umskurður og svo framvegis þannig að sko það minna dæmum heldur en íslamsk ríki sem eru með sharia-lög þar sem eru þar sem grýttur til dauða fyrir að halda fram eða villutrú eða þetta er mjög öfgakennt þetta eru ákveðnu öfgar og við getum líka bara litið á það sem svo að trúarbrögðin sem slík eru engin áhrifavaldur í því að fólk sé kúað í samfélögum heldur eru til vondir aðilar ofbeldisfullir kúarar sem að skýla sér á bakvið og bara mjög mikil efnahagsleg misskipting það skiptir miklu máli og það er kannski það sem er stóra vandamálið á Vesturlöndum og á Íslandi að misskiptingin er aukast svolítið hratt og fólk sem upplifir að það hafi minni tækifæri það sem er að jaðarsett það fái einhvern veginn minna að segja hlutina
það leitar að sökudólgi og það eru þetta hagsmunir þeirra sem eru ríka fólkið, þeir sem eiga kvótan, þeir sem eiga stóru fyrirtækin, það eru þetta hagsmunir þeirra að fólkið sem að leita sökudólgi finna einhvern annan sökudólg heldur en þá. Já, og algjörlega. Maður líka segja bara að það eru allnokkrir múslimar á Íslandi, ég veit ekki nákvæmlega töluna, ég hef búið í Englandi í mörg ár, en fleiri múslimar þar, mikið í London og svona, þá hef ég ekki búið þar. Þar ég mjög sjaldan séð konur í búrkum gangandi hvorki þar en ég hér, þannig að þetta held ég frekar einmitt svona svolítið menningarlegt og bundið og sérstaklega eins og ég er mjög á móti þessum samfélögum með sharia-lög og þeim sem að kúa konur. Já, allstæðar þessum ofbeldi viðgengst einhvern veginn og þú veist, ríkið kúar borgarana sína, það er bara umulegt. Svo veist við líka svo höfum við svona ríki eins og Indonésiu og Pakistan sem eru mörguleiti vissulega mjög gölluð en ekki sharia-lög. Ég held ekki í Pakistan. Já, Indonésia, en það allavega ekki jafn slæmt ástand þar og á mörgum öðrum stöðum og þannig að já, ég held að það eru ákveðin dæmi sem að fólk En og svo eins og ég langar að koma aðeins að því að nú ég vita trúlaus og mér þykir kristni hafa mjög mikla galla og íslam hafa mjög mikla galla og bara langflest trúarbrögð hafa mjög stóra og mikla galla á sér. Það er mjög misjafnt eftir í bara menningarbakgrunni, samhengi og menningarbakgrunni og efnahagsástandi í löndum hversu mikil áhrif þau hafa, en mér finnst það líka mikilvægt að þó að mér þyki tiltekinn trúarbrögð kannski frekar svona fáránleg bara Alexandra sem einhvers konar hlutlaus greinandi á hluti sem mér þykja trúverðugir eða ekki, þá vil ég ekki að fólk sem kemur hingað og nú þegar jaðarsett að leita sér að betra lífi, upplifi sig utanveltu í samfélaginu, ekki þáttakanda, að trúarbrögðin sem þau koma með sér að heiman virki einhvern veginn eins og önnur ástæða til þess að jaðarsetta þau eða útskúfa þau frá mér sem er hluti af fólkinu sem hérna fyrir ákveðinni elítu innan gæðslappa gagnvart þeim. Þó að mér þykir trúarbrögðin ekki trúanleg eða í rauninni jákvæð, þá vil ég ekki að það verði ástæða að taka verra á móti fólki eða gera þeim erfiðara fyrir að verða hluti á samfélagi. En af því að þú talar þetta, við vorum svona að ræða það að trúarbrögðin kannski sjálf út af fyrir sig ekki vandamál. Ég get alveg verið sammála því og ég meina það eru, þú veist, mikil vinur á Tyrklandi, kannski Egyptalandi og þú veist, múslimir sem koma þaðan og viðhorfum sem að fylgja því og ef að þú ert alinn upp við þessi viðhorf gagnvart konum til dæmis og samkynhneigðum sem eru bara að það sé bara, þú veist, já, þeir eru mjög neikvæð við hjá sumum, að hverju erum við þá ekki allavega að stunda meira eftirlit og gera meiri kröfur að slík viðhorf, óháð í hvað trúarbrögð kemur frá, þú mátt vera kristinn eða búddist eða múslimi, en ef þú ert að koma hingað með viðhorf að bara það sé bara algjörn nóno að vera samkynhneigður og eða megi bara kannski lemja konur eða nauðga þeim, þú veist, að þannig viðhorf séu ekki. En erum við ekki bara mjög duglega að fordæma? En eitthvað eftirlit með því, skilur, eitthvað spurningar? Vilt þú nú fara að stækka ríkið? Nei, hugsa eftirlit. Ég vil bara spurningarlista, skilur, ef þú ert að koma til landsins, bara Bandaríkjanna, nei, bara, þú veist, finnst þér að réttlátt að samkynhneigðir, þú veist, fái dauðarefsingu? Já eða nei? Þú svarar já. Burt með þig. Til dæmis, af því að þú veist, ef þú ert mjög trúaður múslimi, þá myndi ekki geta logið, þú myndi ekki geta sagt nei, að þá veistu að Guð mun refsa þér. Ég vil bara að spyrja þessu. En við mögum ekki gleyma því að fólk sem kemur ykkur á flótta, það eru mannréttindi þess að koma hingað og sækja hæli, einfaldlega vegna þess að það getur ekki verið heima hjá sér. Það getur ekki verið heimalandinu. En það fer samt í sumarfrí eða það er ekki hælisleitendur. Þú missir dvalarleyfið mitt. En þú getur verið sagst vera hælisleitandi, þú getur logið þeim, þú getur sagt þú sem samkynhneigður eða vandlega yfir mál. Kerfið er orðið bara mjög það er mjög erfitt að komast í gegnum þetta nálarauga og ég veit það bara vegna þess að ég hef fylgt mjög mörgum í gegnum það. En þú sagði mér einu sinni að það var sum lönd þar sem að vera mjög erfitt að fá upplýsingar fólk, hvort það var á sakaskrá og þess vegna þá ættu við bara að sleppa því að stundum er það þannig að í fyrsta lagi það eru til lönd þar sem eru bara borgarastyrjaldir og bara ekki fungerandi ríkisvald. Það eru líka til lönd þar sem að í rauninni blásaklaust fólk sett á sakaskrá fyrir eitthvað til þess að bara gera auðveldara pólitískt refsa því, sko. Akkurat, eins og Trump. Allavega skipping right along. Ég vil
auðvitað ef fólk gerist brotlegt sérstaklega meðan það hérna, þá þarf að takast á við það. En ég, í fyrsta lagi, á mjög erfitt með að setja sem eitthvað hart skilyrði vitandi bæði að það getur verið mjög erfitt fyrir einstaklinga flótta að redda sér sem pappírum og í öðru lagi að það getur verið mjög auðvelt fyrir ríki sem vill ekki að viðkomandi fá að sleppa að ljúga manneskjuna. Já, ég meni, ég er ekki að segja að þetta sé ekki vandkvæðum bundið. En líka, þú veist að mannréttindi ná líka yfir fólk sem brýtur af sér. Líka sem brýtur af sér og gerir hryllilega hluti. Það meina, ofbeldismaður á ekki skilið að vera pyntaður. Nei, kannski ef viðkomandi kannski í dvalarleyfi á Íslandi þá finnst mér alveg eðlilegt að við missi það. Nei, alls ekki. En ok, við erum alltaf að tala mannréttindi og samúð, en skilur það líka til fólk á Íslandi, mjög mikið fólk sem upplifir mjög mikla fátækt og þú veist, það mjög háir skattar hérna og og við erum að borga mjög mikið í atvinnuleysisbætur og það voru daginn, það kom fram í Viðskiptablaðinu, það er ekki 56% af þeim sem eru á atvinnuleysisbótum í Íslandi eru ekki íslenski ríkisborgarar, erlendi ríkisborgarar. Þannig að það segir líka ákveðna sögu vinnumarkaðinn. Já, en það ekki samt, þú veist, þá eru skilur, þá mikil byrði á Íslendinga, íslenska ríkisborgarar sem hafa borgað sína skatta, að þau eru að borga meiri skatta til þess að borga undir velferðar bálknir og mjög mikið af þeim sem, eru að koma þar, eru jafnvel sko að vinna svart en þykja atvinnuleysisbætur. Sko, fyrsta lagi, bara svo það sé sagt, atvinnuleysisbætur eru mjög takmörkuð auðlind. Þú færð þá bara í ákveðin tíma og þegar þú ert í vinnu þá greiður í atvinnutryggingasjóð sem borgar fyrir atvinnuleysisbæturnar þegar þú ert atvinnuleysisbótum. Þannig að í rauninni er þetta mjög lítið. Ef við ætlum að skoða þetta lengra þá myndum við þurfa að taka frekar gögn hverju væru á framfærslu sveitarfélagana eða eitthvað svoleiðis. Það að hátt hlutfall af innflytjendum sé á atvinnuleysisbótum sem eru notabenni bara í nokkra mánuði, það segir okkur meira það að þau eru fyrri til að verða fyrir barðinu á niðurskurði á fyrirtækjum heldur en innfæddir Íslendingar. Eiga erfiðara með að fá vinnu. Með að fá aðra vinnu. Af því að heita Ahmed atvinnuleysisbætur mæla líka fólkið sem er virkt í atvinnuleit, en það mælir ekki fólkið sem er utan vinnumarkaðar. Er það ekki það til marks að við höfum tekið á móti of mörgum og við getum ekki gefið öllum atvinnu og að það sé þá að valda því að þú veist að það sé. Það er lítið atvinnuleysi atvinnuleysi á Íslandi og við þurfum á vinnuafli að halda í undirstöðu atvinnugreinum. Það var allir vandamál áður fyrr, það var ekki svo við værum ekki með fólki til að vinna. Það hefur verið svakalegur hagvöxtur á Íslandi eftir að við gengum í EES-samstarfið og innflytjendum fór að fjölga verulega á Íslandi og fór að byggja undir það var upp á vissu marki, þá var það bara fínt. Upp á vissu marki, þá var það bara fínt. En þú vilt ekki lifa við þessi lífskeiði sem við lifum við í dag. Lífskeiði, Viktor, það er fáránlega mikil verðbólga, það er ótrúlega margir sem eru upplifað mikla fátækt, þeir ráða ekki við bónusköruna. Við erum samt eitt allra ríkasta samfélagi í heimi. Það er ekki beint innflytjendum. Það er ekki beint innflytjendum. Þú segir það, en það er, þú veist, ég vil meina ekki innflytjendur heldur stefna stjórnvalda gagnvart innflytjendamálum og þetta er út af því að til dæmis með því að vera með hærri skatta og þess að vera með meira velferðarbálk sem er, þú veist, ekki sjálfbært og þá ertu að búa til meira verðbólgu. Þú veist þá í þessu samhengi. Túristina? Túristarnir eru miklu fleiri heldur en innflytjendur. Þeir eru að koma með pening inn til. Þeir eru að koma með pening inn í hagkerfið. Þeir þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda og þeir þurfa á Airbnb og svona sem er að hækka húsnæðisverð. Þjónustanir, þú veist, veginir eru holóttir vegna þess að það er svo stóra rútur út um allt. Verðbólgan kom aðal eftir COVID og innrás Pútín í Úkraínu sem hækkaði olíuverð og svona birgðakeðjuna, en Ísland er eitt mest velmiðandi samfélag í heimi og við höfum það miklu betur í dag heldur en þegar við vorum krakkar. Er það? Já. Og heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið hafa í rauninni við persónulega höfum það miklu betra. Fólk er kessir hús, skilur, það er ekki hægt í dag. Það er hægt, en það er mjög erfitt. Og heilbrigðiskerfið eru bæði, myndi ég segja, undirfjármögnuð með það sem ætti að vera og ég held ekki að lausnin sé að taka móti færra fólki. Lausnin er að taka eðlilegar arðgreiðslur úr sjávarútveginum. Já, ok, ég ætla að mynda að segja, ég reiknaði einhvern tímann út að ef við myndum bara deila skilur einum af fiskinum sem er inn í auðlindahagkerfi Íslands, og ég reiknaði þorsk, segjum bara við tækjum allan þorsk sem við veitum á Íslandi og deilum honum meðal allra Íslendinga, allra íbúa á Íslandi, mér sér harta þannig, þá ég reiknaði það þannig, að þá verið 2 kíló af þorski á hvert einasta mannsbarn á dag
sem hver einasti Íslendingur eða sem íbúi á Íslandi myndi fá ef við tökum bara fiskin sem við veiðum við hún hefur ekki svo mikla matarlist já, nei, ég að segja en þetta er bara til áttökur á hlutföllunum hversu mikil auða við eru á Íslandi, þetta eru 200 sjómílur af bara djúpu hafi fullu af, ekki bara þorski, þetta eru alls konar fisk þetta stóra ósangirnin í íslenskri sögu já, en þú veist, en málið er að þú getur leita þú getur teikt þessi rök miklu lengra og þarna, þú veist, samsari ég mér alveg með ákveður svona sósíalískri hugsun þannig að mér finnst þess vegna út af því hversu mikil misskiptingin hversu gróf hún að þá finnst mér bara óásættalegt að fólk eigi bara erfitt með að kaupa sér blómkál út í bú mér finnst það vera ofbeldi og mér finnst það vera mannréttindabrot við erum náttúrulega, sko, við erum svakaleg forréttinda þjóð hvað þetta varðar, þessar 200 mílur í kringum okkur en vissulega því mjög verulega mjög óréttlátt skipt þannig að fáir hópar eða fjölskyldur og svona græða mjög mikið og aðrir mun minna en engu að síður samt þetta líka stór hluti af því að Íslands samfélag þó eins og ég segi eitt af mest velmeðandi í heimi en bilið alltaf að stakka sko ég man einhvern tíman Guðjón sagði Jonni, sagður þú veist við mig að þú veist við þurfum ekki að vera saman allt svo lengi sem allir þú veist allt fólk getur haft bara svona basic fæði fæði húsnæði heilbrigði og svona mér þætti það algjörlega og ég raun og veru og ég bara ok, ég sammála og þú veist mér finnst svolítið að bara þú veist mér siðferðislega ég hafa siðferðislega skildu ef ég hef það mjög gott og einhverju sveltandi að reyna að hjálpa viðkomandi og mér finnst það sama gilda Íslands samfélag þó vissulega ekki að taka við öllum og ekki öllum en það er bara svo saman sem dem við höfum farið til útlanda saman og þú veist og sérstaklega kannski landa þar sem að þú veist það eru bettlarar á hverju götuhorni þú veist ég bjóð til policy ok, fyrsti sem biður mig, ég gef honum og svo kannski einhverjum ef mér finnst það ekstra þú veist, ég var í Sri Lanka, skilur það er þetta bara út allt, þú veist, ef ég gef bara öllum, þá enda ég bara að þurfa að fara að betla, þú veist, þetta er þú veist, nema ég sé, skilur ríkið þurfa að gera þetta með skipulegri hætti ekki bara að betla neitt á næstunni ég held að við séum öll saman það að þú veist, við getum ekki tekið á móti öllum og sérstaklega ekki öllum í einu en ef við erum með skipulegt plan fyrir hvernig við gerum það getur við tekið við töluverðum fjölda þannig séð en sko, svo líka aftur viljum við ekki halda í okkar þjóðareinkenni, okkar tungumál, okkar sameiginlegu menningu þetta sé mjög mikilvægt að greiða aðgengi innflytjenda að íslensku ég held að það sé alveg svona bara lykillinn að samfélaginu að geta tala tungumáli og geta tjáð sig, geta lesa sig og komist inn í allt og það er mjög mikilvægt algjörlega, en einmitt líka út af því að sko ef þú ert með, og það hefur verið að gera rannsóknir á þessu ef þú ert með hóp af kannski starfsmönnum sem að tala allir sikkur tungumálin eru kannski 3 frá þessu svæði, 3 frá þessu 4 hérna og 2 Íslendingar, whatever að þá er ólíklegra að þeir hópi sér saman og krefjist betri kjara eða fari eitthvað, þú veist, verkalýs í stéttafélag skilur til að búa til það er meðal sem við erum ekki nógu góði í að upplýsa fólk réttindi sín þegar það kemur hingað akkurat, þetta er eitthvað sem að stórfyrirtæki geta misnotað og gera og að taka inn skilur og þau sá aðstæður þar sem innflytjendur eru setti bara eitthvað eitt hús og þar sem hafa brunið annum daginn og eitthvað þess að komið virkilega illa fram með fólk og við erum að gera þeim þetta kleifta að hegða sér svona vegna þess að við erum ekki að halda nógu vel utan þessi mál, við erum að taka móti ég vil meina, allt og mörgum á allt og stundum tíma með allt og litlu eftirliti og það er það sem að ég held að langflestir sem eru, þú veist, svona sammála mér þetta, að reyna að segja og lenda mjög oft í því að fá bara eitthvað hugleiks hérna, ég borða kúk í morgunmat, skilju, eitthvað svona teiknum, þú veist, þetta er ekki heilbrigt eða jákvæmt fyrir umræðina nei, að búa til þetta gerum grína af því að þú ert að stimpla skilur alla sem eru bara að reyna að hafa málumlega rökra á þessu sem, og þetta, og gæinn sem þið klöptum, ok, hann kannski hefði mátt orða þetta aðeins varlegar, vissulega það sem hann sagði, það var kannski en skilur hann sagði nú bara alveg hræðilega hluti sko í þessu, en það innflytjendur frá Arabalöndum þegar þú hlustar á viðtala ég kenni alveg í brjóstum hann upp að einhverju marki, þetta er ungu tónlistamæður hann er eitthvað neður, þú veist hann veður þetta fram með sko upplýsingaúrriðina í fanginu en hann er bara strax kallaður nasisti og súðum einhvern veginn með eitthvað svona bullum fólk sem hann þekkir ekki hann kannast ekki við, hann þekkir ekki málaflokkin, hann þekkir ekki múslima en hann hlýtur að mega hafa sína skoðun á þessu á þess að vera tekin að lífi í fjölmiðlum allt í henni var að hafa út á nummer 18 á bakinu þá var hann kallaður Adolf Hitler sem hefur
vonda skoðanir. Það var sagt að hann væri, þú veist, að vísi Adolf Hitler og það var einhverju fótboltaskipti með tölunni 18 aftur á. Já, það er enda mjög skrítið. Hvað var forsíðu fréttir að hann væri orðið nasist út af því? Höfum satt í huga að eins og fólk má hafa rétt á sinni skoðun, þá þýðir skoðanafrelsið ekki að skoðanir séu alltaf afleiðingarlausar. Eða þú veist, ef að einhver hefur mjög neikvæða skoðun, þá megum við hin líka hafa skoðun á þeirri skoðun. Og við megum ákveða hvort að við viljum versla við viðkomandi til dæmis. En þú veist... Hver uppáhaldsbarn foreldra ykkar? Ég var einmitt að hugsa, sko, ég átti ekki endla, ég vissi ekki hverju ég ætti að vona á, sko, en ég held kannski að myndum með ræða svona uppeldið og ævina og svona meira og hérna kannski samsæriskenningar eða eitthvað svona, bjóst ekki við að svona mikill tími færi í innflytjendamálin, það er svona það er greinlegt, hot topic. Við erum bara að ræða hluti sem að vinnulegum nótum, það færi stundum smá hiti. Ég ætla að fá að deila með ykkur heimaðalinni í kenningu hjá mér okkur sem er vissulega djók en mjög stórsamt fyndin sem er að sko ok, Guðjón hann er svona intuitive, hann er svona frekar trúður á alls konar samsæriskenningar ég er svona kannski aðeins passasöm, er ég bara svona frekar praktískum, daglegum, svona sveitarstjórnarmálum og Viktor er fræðimaður í pólitík og doktor í stjórnmálafræði sem rannsakar þetta. Ég stundum djóka með það að þú veist, Viktor er svolítið svona eins og superego og ég svolítið eins og ego og Guðjón svolítið eins og þannig að samanlagt getum við myndað eina fungerandi mannesku. Það getur við að stofna stjórnmálaflokk. Eða einmitt bara eitthvað svona ofurhetju. Nákvæmlega. Það getur verið svona Power Rangers. Power Rangers sem við erum Já, vissulega. Já, við gerum það. Já, en ég menna, þú veist, og ég held kannski alveg að þú veist, að þar sem við náum kannski að geta verið sammála eru kannski hlutir sem að samfélagið í heilsinni ætti mögulega að geta tekið undir því að vegna þess að við erum kannski að representa ólíka viðhorf kannski. En við erum samt líka merkilega líka mörgu leyti, við höfum mjög svipaðan húmor og algjörlega. Og svo það komið fram þá erum við mjög miklir vinir og mjög náin fjölskylda og bara elskum hvert annað mjög mikið og yfirleitt erum við ekki að rífast þessa hluti eða við eiginlega bara aldrei í einn personu. Það er helst að ég og Guðjón aðeins á Facebook og stundum á Messenger aðeins á Facebook. Það var nú aðeins meira hérna fyrir einhverju síðan en ég verð að fá að hérna stoppa. Málþófið heldur áfram hér á samstöðinni. Álhætturinn Þið hefðu að bóka okkur í 3 tíma slott. Já, ég treysti á að þið komið hérna bara aftur. Við þurfum að taka þess dýpra á uppeldinu og hérna og stjórnmálunum. Gott uppeldisans. Og við höfum á með Arsenal líka. Já, algjörlega. Já, vil ég kannski enda þetta á kveðju til foreldra ykkar? Já, bara takk fyrir gott uppeldi, pappa og mamma. Takk fyrir ykkur og okkur, mamma og pabbi. Guðjón Heiðar, Viktor Orri og Alexandra, þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með okkur í maraþonmálþófi á samstöðinni. Það er hérna smá auglýsingar, örstutt skilaboð og svo höldum við áfram útrúð. Takk fyrir. Takk. Smá auglýsingar. Jæja Dóra, gaman að rekast á þig. Þekkir þú samstöðum? Já, ég horfi mjög mikið á hana. Meira að segja þegar ég er erlendis. Þá stilli ég bara á 5 hjá Símonum. Gaman að heyra það. Hvað er það sem heillar þig við samstöðum? Ég horfi mikið á rauðaborðið, á viðtölin og líka á viðtölin hjá þér. Man ekki alveg hvað allt heitir. En mér finnst þessi góðu og mörg góð helgarviðtöl held ég að þau heiti og ég náttúrulega vann með Gunnari Smára Egilssyni í gamla daga og hann er einn okkar skarpasti blaðamaður og sjónvarpsmaður. Sammála því. Hann er mjög inn í öllum málefnum, hann er kannski ekkert allra og ég er ekkert alltaf sammálunum. Ég teka fram, ég er ópólitísk, ég tilheyr engum flokki. Ég brúka kjaft bæði til hægri og vinstri og gef kompliment bæði til hægri og vinstri. Mjög gott. Ég vil ekki láta stjórna mér af einhverjum pólitíkusum þó að ég beri virðingu fyrir þeim öllum og öllum flokkum. Ég ber virðingu fyrir trúarbrögðum allra og eins og ég segi pólitískum skoðunum, ég dæmi ekki fólk. En mér finnst ég sakna óskaplega mikið að hafa ekki, ég er svona manneska sem finnst betra að lesa bækur og blöð heldur en að gapa á skjá.
Ég meira það, ég kannski svona gamaldags, ég að Snæfellsnes að vondu fólki undan jökli, ég dálítið skrítin, en sko, ég elska til dæmis þegar ég á meginlandinu að hafa pólitíkin og Berlingske og fletta blöðunum og sjá svona almennilega blaðamennsku. Mér finnst þetta dulítið svona einhæft hérna á Íslandi. Annarkvort eftir í þessari klík og þá ert alltaf í viðtölum á þessari stöð. Eða þú ert í klík á ríkissjálfun, þá ert alltaf í viðtölum þar, bara með klippikort þar, alltaf sama fólkið beðið álit. Síðan það stöð 2 sem heitir Sýn núna, að það svona líka klíkustjórnun, sko. En eins og ég segi, ég svona dulítið fréttasjúk, mér finnst gaman að fylgjast með heimsfréttunum. Ég fylgist með þýska sjónvarpinu, sænska, danska og norska aðalega. Og svo Sky og CNN. CNN náttúrulega ekki skott eins og það var. Og eftir appelsínum gula fíblið tóku stjórn í Bandaríkjunum, þá hef ég svona mist dulítið álitið á stjórnmálum í Bandaríkjunum, þó ég hafi búið þar og mikill New Yorker í eðli mínu. En ég fer ekki þangað og hef ekki áhuga á Bandaríkjunum meðan hann við stjórn. Og já, sko, ég vona svo innilega að stjórnvöld taki sig á og standi við bakið á öllum fjölmiðlum. Ekki bara ríkisreknum, sællelskan, gott að sjá þig. Ekki bara ríkisreknum, því að á meðan það eru 9 menn á fréttastöðu ríkissjónvarpsins að vinna að einni frétt, þá 1 eða 1,5 að vinna sömu frétt fyrir aðra stöðvar. Þá finnst mér ekki réttlátt. Ég búin að vera í kvikmyndabransanum út allan heim í 50 ár, markaðssetningum, hönnun, kvikmyndum, alþjóðlegum auglýsingum. Þannig að ég tel mig dulítið þekkja til, þó ég þykist nú ekki vera einhver besserwisser. En eins og ég segi að það dulítið svona einhæf fréttamennskan hérna. Það er einhverja svona klíkur og eftir í hvað flokkið og eftir í hvað fólk tekið í viðtal og svona. Ég nenni ekki að taka þátt í því. Ég algjörlega sammálaður með klúbbavæðingu íslenskra fjölmiðla. Þetta svona saumaklúbs, gamaldags afturhalskjaftæði. Þó ég sé kona, þá ekkert allt heilagt sem konur gera. Það eru frábærar. En ég elska karlmenn og ég vil hafa þetta allt í bland. Ég vil hafa kalla og stráka og konur og stelpur, alla bara vinna saman. En þessi einhæfa og þessir þættir sem verið að gera á sömum sjónvarpsstöðum, þetta svo mikil aula, fyndni og heimskulegt og eitthvað svona bimbo, bílasal og styrum kjaftaði. Hver horfir á þetta? Ekki gerist ég áskrifandi á svona stöð. Það einmitt stundu talað upphafningu heimskunnar bara nú á tímum. Sko. Þú sagðir mér hérna áður en við byrjuðum að spjalla, áður en við lyftum myndavélinni að samstöðin væri nú bara mögulega uppáhaldsfjölmiðillinn hér á landi. Já. Hvað er það þá dýftin í þessum viðtölum? Er það að þú kemst bakfið fyrirsagnin eða þú getur aðeins reynt að lýsa þig? Hvað heitir það? Sko, þeir bræðurnir hérna Egilssynir, ég þekki þá báða og þeir eru mjög góðir og ég nú aðeins farin að kynnast þér. Ég þekki þið nú ekki kannski mikið en ég farin að hlusta mikið á viðtölum sem þú tekur og það að það sem að mér finnst best hjá ykkur það að þið spyrjið en þið berið virðingu fyrir þeim sem þið eruð að tala við. Þið gefið viðmælanda ykkar pláss. En á hinum stöðvunum að þá alltaf sko allir sem eru að gera dagskrárgerðina að þau eru aðalmálið. Hvort þú sitið með fæturnar í kross eða gera svona eða svona. Kameran alltaf á þeim. Og ég alin upp við það svo sem ég vinn í heiminum og ég hef nú búið í 10 heimsborgum
tala nokkur tungumál og skrifa, unnið á hundruðum sjónvarpsstöðva. Mér var kennt það af Jón Þór Hannesinni og Snorra Þórusinni og fleirum sem eru mínir mentorar í faginu og í Þýskalandi í Berlín. Mér var kennt það að dagskrárgerðarmaðurinn eða fréttamaðurinn, hann á að vera í bakvið kameruna og lítið í sviðsljósinu, en viðmælandinn eða sá sem í boði stöðvarinnar að tala við fréttamann og dagskrárgerðarfólk, það manneskjan sem á að blómstra og tala. Þetta heitir respect, þetta heitir virðing. Þú finnur viðmælandann blómstra hjá Samstöð? Já, ég finn það og þið gefið fólki tíma og eins og til dæmis, að ég þekki besti Gunnar Smára, þá tala ég nú hann. Hann inni í málunum, hann svo vel inni í málunum. Hann búinn að gera hvað heitir það? Background könnun, hann búinn að kynna sér málefni viðmælanda. Hann inni í fjármálum, hann rosalega fljótur að reikna. Talnaglöggur með fílsminni. Rosa talnaglöggur og við eigum það sameiginlegt að við erum með fílsminni eins og þú kallar það, þó ég sé nú ekki að bera mig saman við hann því að hann klárari en ég að mörgu leyti. Sko, en það það að vera fréttamaður, að vera dagskrárgerðarmaður, þú þarft að vera búin að undirbúa þig og kynna þér viðmælandan. Býtu, hver þessi Dóra hérna? Býtu, hún bara lítill feitur stubbur með stór brjóst eða býtu, hvað hefur hún gert? Skilurðu? Veistu hvað ég á við? Já, ég veit. Og fólk að taka oft viðtól við mannesku, það veit ekkert, það veit ekki neitt, þetta svo heimskulegt. Oft góður biti í hundskjaft. Já, það má eiginlega orða það þannig. En Dóra, við stöndum í það rosalega hressandi og skemmtilegt að heyri í þér og Ég tala alltaf mannamál, ég tala alltaf hreint út og sumir elska mig fyrir að aðrir þola það ekki. Ég elska það. Já. En nú stendur Samstöðin þessa helgina í fjáröflunarátæki og við erum í marathón útsendingu sem að mun taka einhverja 30-40 klukkstundir dag sem nótt. Værið þú til í að slást í lið með okkur og svona berjast fyrir því að Samstöðin lifi áfram vegna þess að það gæti alveg verið þannig að Samstöðin færi sömu leið og N4 og Hringbraut? Nei, við erum fullt af fólki sem stöndum með Samstöðinni. Hún á fullkomlega rétt á sér og ef ég get orðið að liði þá geri ég það út að ég vil alls ekki missa þessa stöð í burtu. Og ég ber bara mikla virðingu fyrir því átaki sem var gert að opna þessa stöð og halda henni gangandi. Ég nú ekki rík manneskja og fer vel með, ég passa hverja krónu enda sér það, ég hjóla allra minna ferða. Á 29 ára gamlu hjóli sem ég bóna og smyr og hugsa vel þessna virkar þetta allt saman. En ég alveg tilbúin að styrkja stöðuna eitthvað visst mánaðarlega ef það hjálpar. Mánaðarframlegið aðeins 2750 krónur sem einhver reiknaði út að væri eins og hálfur hamborgari í miðborg Reykjavík. Já, ég nú ekki á sem snöggborgara stöðun, ég bara elda sjálf, ég fæ mig bara soðning og kartöflur sko. Ég nú bara elda heima hjá mér. En frábært að vita af þér í hópi stuðningsfólks Samstöðvarinnar og ef þið langar að verða áskrifandi getur þið farið inn á vefslóðina samstöðin.is, fundið þar flipa sem að stendur áskrift og aðeins 2750 krónur og þá ertu búin að auka líkurnar á því að við höldum áfram að vera til. Já, ég budgeti mitt fram að mánaðamóti, ég má geiða krónu en mánaðamóti skal ég gerast áskrifandi. Gangi ykkur vel. Sömuleiðis Dóra, virkilega gaman að hitta þig hér. Já, bara bjarta framtíð, gangi ykkur vel og ég byrði að helsa Gunnari Smára. Ég skila því, takk sömuleiðis. Hafið það gott.
Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathon málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.